þá það fyrsti hlutin af 5. kaflanum úr bókinni Maður og náttúra, en hann fjallar þróun. Menn hafa lengi velt fyrir sér þróun, enda hafa menn séð ummerki þróunar langan tíma. Menn hafa rekist á steingervinga, beinagrindur, ýmsar leifar eftir gamlar lífverur og séð að lífverurnar sem lifa á jörðinni í dag eða á þeim tíma sem þeir lifðu, þó það sé jafnvel fyrir einhverjum þúsundum ára, ekki allar eins og þær sem einu sinni voru hérna. Steingervingur verður til þegar lífvera deyr og líkaminn lendir á stað, til dæmis í leir eða mýri eða einhverjum stað þar sem hann rotnar ekki, grefst strax í einhverju seti, sandi, leir eða einhverju, og þannig varðveitist líkaminn. Svo smám saman þá legur steinefni inn í líkamann og skipta út, steinefnin skiptast út fyrir lífrænar leifar dýrsins. Þannig að það sem í raun og veru gerist að það myndast far. Það ekkert eftir af gamla dýrinu hérna. Þetta bara steinefni sem að mynda far eftir það hérna. Flestar lífverur sem deyja, þær rotna og hverfa og skilja engin för eftir sig. Þannig að sjáum þetta líka hérna. Það byggist á því að lífveran grafist í eitthvað, þannig að hún rotni ekki nema litlu leyti. Árið 1831 hélt maður að nafni Charles Darwin. Hann var ekki nema 22 ára þegar hann leggur af stað í þessa siglingu, en hann var alls ekkert viss hvort hann ætti yfir höfuð að fara. Hann var í námi, var ekki búinn með sitt nám, en hann hafði mikinn áhuga á vísindum og ræður sig borð í þetta skip HMS Beagle í heimsiglingu til þess að skrá lífverur sem sjást á leiðinni. Þeir voru 5 ár á leiðinni, sigldu hérna suður fyrir Suður-Ameríku. Hann gerði megnið af sínum uppgötvunum í Suður-Ameríku, sér í lagi á Galapagos, þar sem þeir stoppuðu svolítið, áður þeir sigldu yfir Kyrrahafið hérna til Nýja-Sjálands og alla leið aftur tilbaka til Bretlands. Það tók 5 ár. Hann safnaði gríðarlegu magni af upplýsingum á leiðinni, mikið af sínum, skráði allt vel sem hann sá og vann svo úr því þegar hann kom heim, en hann vann mikið borð í skipinu. Þetta nú ekki verið nein skemmtisigling. Þeir vera 5 ár í svona seglskipi en nú ekki kannski rosalega visslegt. En okkur áratugum síðar, 1859, gaf hann út bókina Uppruni tegundana, þar sem hann leggur fram þróunarkenninguna sína. Hann var að vísu ekki einn að vera komin fram með svipaðar kenningar á þessum tíma, en hann samt fyrstur til að leggja fram svona heildræna mynd á þessu. Hérna sjáum við einmitt blaðsíðu úr bókina, og þetta eru teikningar sem hann hafði gert af því sem hann hafði séð. Eitt hugtak sem kemur fram í þessari kenningu hjá honum hugtakið náttúruval. Náttúruval snýst það að þeir sem eru best lagaðir að umhverfinu hverju sinni lifa frekar af, lifa lengur, eru sterkari og koma þess vegna fleiri afkvæmum á legg. Það það sem þetta snýst því eftir því sem að einstaklingur kemur fleiri afkvæmum á legg, þá verða þau frekar lík foreldrum sínum og þannig tekur tegundin upp þau einkenni, getum við sagt. Getum hort á gíraffa sem dæmi. Flestir halda að gíraffar séu með langan háls af því að þeir þurfa að teygja sig svo hátt. Það að vísu hluta af ástæðinni, en megin ástæðan sú að kvendýrin hafa alltaf valið stærri, lengri hálsa. Það þykir sexy í gíraffaheiminum að vera með langan háls, og þess vegna eru gíraffar alltaf með lengri og lengri hálsa, eða hafa verið. Síðan getur það verið þeim til vansa að hafa of langan háls. En ef við skoðum fuglana hérna, þá eru þeir með mismunandi gogga eftir því hvernig fæðu þeir borða. Og ef við veljum til dæmis bara skæranefin hérna neðst, þeir skæranefir sem voru með aðeins lengri gogg heldur en hinir, eða neðri kjálka, þeir gátu frekar veitt. Skæranefur veiðir þannig, hans flýgur yfir yfirborði vatnsins með neðri gogginn ofan í vatninu, efri gogginn fyrir ofan, og meðan hann fer á fisk, þá lokar hann og grípar hann.
Þeir veiddu frekar, þar að segja, og þess vegna lifðu þeir frekar og kom fleiri ungum. Þeir ungar gátu verið með kannski aðeins lengri gogg eða næri kjálka heldur en foreldrarnir og þannig smá verður þetta ýktara og ýktara. Svona virkar náttúruval í raun og veru. Fleiri og fleiri einstaklingar bera þau einkenni sem foreldrarnir báru og jafnvel meira, getum við sagt. Annað dæmi þetta eru piparfetarar sem eru fiðrildi sem lifa meðal annars á Bretlandseyjum. Það eru til 2 afbrigði, ljóst og dökkt, og hérna eru 2 myndir og ég veit ekki hvort þið sjáið að bæði afbrigðin á báðum þessum myndum. Hérna er dökk afbrigð og hér er ljósa. Við sjáum þau mjög vel, en hér er líka dökk afbrigðið og hér er ljósa. Það er rosalega erfitt að sjá það. Upphaflega var meira til af ljósa afbrigðinu vegna þess að trjábergirnir voru yfirleitt svona litin og þess vegna var auðveldar fyrir það að fela sig. En það voru alltaf inn á milli dekkri tré þannig að dekkra afbrigði náði að fela sig líka og þess að vera étið. Þess vegna dó það ekki út. En í byrjun 19. aldar upp á 1800 þegar iðnbyltingin byrjar þá fóru Bretar að brenna gríðarlegt magn af kolum. Því fylgdi mikið sót og það fór að falla sót á trén. Þá snerist þetta við. Þá voru dökku fiðrildin allt í einu á heimavelli en ekki þau ljósu. Samt voru svæði þar sem að ljósu fiðrildin gátu áfram falið sig þannig að þau dóu ekki út. En nú hefur sótmengunin minkað og hvor tegundin er þá orðin algengar aftur. Jú, það er þessi ljósa. Stundum geta breytingarnar orðið það miklar að nýjar tegundir verði til. En við köllum þetta, þegar breytingin er að verða, það köllum við aðlögun. Darwin skoðaði mikið fingur á Galapagos. Hérna sjáum við að hann sá mismunandi fingur, allar svipa stórar og svona frekar líkar þannilega en með ólíka gogga. Sumir með frekar mjóa, aðrir með mjög þykka og fór að fylgjast með hvað voru að éta. Þeir voru alls ekki að éta það sama. Þannig að með árunum og kynslu eftir kynslu höfðu goggandi breyst smám saman því þær fingur sem voru betur lagaðar að nýta sér þessa fæðu. Þær komust frekar af, þess vegna urðu afkvæmi þeirra frekar þannig smám saman breytust þær. Og þessi eina fingurtegund sem var uppálega Galapagoseyjum er núna búin að þróast yfir í margar. Hvenær er ólík dýr af sömu tegund orðin að sitt hvori tegundinni? Jú, það er þegar þær hætta að geta átt saman frjó afkvæmi. Það er raun og veru skilgreiningin á því hvenær dýr er af sömu dýrategund. Hérna sjáum við önnur dæmi fugla sem eru svipaðir að stærð en borða mismunandi fæðu og eru með mjög ólíka gogga. Forsendan fyrir því að aðlögun og náttúruval geti átt sér stað er breytileiki. Ef allir einstaklingar af sömu tegundar væru nákvæmlega eins, þá væri engin munur. Þá væri allir bara eins og annarkvort myndu þá öllum ganga vel eða öllum illa. Það er ekki þannig. Það er alltaf smá munur þó við stundum erfitt með að greina hann í útliti. En það er alltaf smá munur, alveg eins og það er heilmikill munur á milli manna. Og það er þetta sem gerir það verkum að það geta orðið breytingar. Sums staðar eru dýr að nýta þennan breytileika til þess að auglýsa sig. Páfuglar er ekki að auglýsa sig fyrir rándýrum. Þetta er karlfuglinn að auglýsa sig fyrir kvenfólki eða kvendýrum. Þetta geta dýri leyft sér svona ofsalegt skraut í hitabeltinu þar sem er nægur matur. Fer ekkert allt of mikill tími að leita mat og þá er þetta eða bæði tíma og orku í eitthvað svona vesen. Hér á norðurhjara er þetta ekki hægt. Hér þurfa dýr og fuglar að nota allan sinn tíma í að leita mat. Þess vegna er skrautið svolítið látlausara. Þetta er lóuþræll hérna. Þessi blettir eru misstórir. Þannig að þetta er annað dæmi svona kynbundið náttúruval. Það er að segja hvaða fuglar ná sér í mak og hverjir ekki. Því að það er mjög algengt meðal fugla að það séu bara nokkrir karlfuglar sem sjá að frjóvga marga kvenfugla en margir karlfuglar fá ekki neitt. Því að þeir einhver hluta vegna þykja ekki nógu flottir. Eins og við ræddum í 3. kaflanum, þá hefur maðurinn haft gríðarlega áhrif á umhverfið sitt. Ég ætla ekki að eyða miklum tíma í að ræða það. En það er fyrst og fremst með því að stýra umhverfinu
taka út lífssvæði eða vistkerfi með mikil fjölbreytileika og setja inn í staðinn eitthvað með litlum fjölbreytileika. Fjölbreytileikinn er grundvöllurinn að því að tegundir eða lífkerfi geti brugðist við breytingum. Án fjölbreytileika að þá eiga tegundir og lífríki undir högg að sækja ef eitthvað breytist. Áður fyrr voru lífverur flokkaðar meira eftir því hvernig þær litu út. Fyrsta flokkunarkerfið sem fyrir lífverur sem var búið til af Aristóteles fyrir rúmlega 2000 árum. Hann flokkaði lífverur bara eftir því hvernig þær hreyfðu sig, hvort þær löbbuðu, syntu eða flugu. Síðan setti Carl von Linné upp kerfi, hann fór að skoða eðlislík líffæri og fleira. Eins og við sjáum hér, þetta eru útlimir nokkurra dýra á því að sjá að það eru sömu beinin hérna. Þau að vísu hjá sömum hafa breyst svolítið, en þetta er svona í grundvallaratriðum sama beinaskipanin. Þetta er allt spendýr. En í dag notum við frekar erfðaefni til þess að greina hvenær lífverur eru skyldar og hvenær ekki. Og hérna sjáum við líka tvær lífverur sem eru líkar, borða sömu fæðu, tiltölulega svipar. Þetta er hvalháfur og þetta er hrefna, en þessar lífverur eru ekkert skyldar nema að þær eru báðar hryggdýr. Þetta er fiskur og þetta er spendýr. En þá er þessum hluta lokið.